Góðan dag og komið sæl og verið velkomin í þennan aukafréttatíma sem við sendum út vegna þess að mikil mótmæli nú við Alþingishúsið í Reykjavík en þing kom saman að 9 í dag eftir jólahlé. Að minnsta kosti 7 eða 8 hafa verið handteknir og til átaka hefur komið á þinginu fyrir utan þingið. Þingfundur hófst engu að síður. Það talað 2000 manns séu að mótmæla hástöfum. Þetta eru myndir beint neðan frá Alþingi og þar má sjá að mannfjöldi hefur umkringt húsið. Lögreglan hafði strengt gulan borða umhverfis húsakynni Alþingis, hann var rifið niður. Stórir vörubílar þeyta flautur og fólk slær með pottum á pönnum og það er mikill hávaði á svæðinu sem að berst inn í sali Alþingis og hefur þar skiljanlega áhrif á störf þingmanna. Táragasi hefur verið sprautað á fólkið og óeirðalögreglan hefur lent í átökum við mótmælendur. Mótmælendur krefjast afsagnar ráðherra og að boða verði til kosninga. Ráðamenn hafa talað til mannfjöldans og beðið þolinmæði fólks. Þingmenn og ráðherrar eru inn í fundarsalnum eins og ég sagði áðan og þar var fyrst rætt fundarstjórn forseta og þar á eftir voru óundirbúnar fyrirspurnir og þá kom til harðra orðaskipta á milli Ögmundar Jónassonar, þingflokksformanns Vinstri grænna og forsætisráðherra. Sturla Böðvarsson, forseti Alþingis, ákvað að láta þingfund hefjast samkvæmt áætlun. Þingmenn Vinstri grænna mótmæltu því og formaður Vinstri grænna sagði byrjun þingsins vera snautlega og þarna eru einhverjar myndtruflanir frá þessum myndum sem eru beint frá Alþingi núna og við vonumst til þess að fá samband aftur innan tíðar en ég var að segja ykkur frá þingfundinum. Formaður Vinstri grænna, hann sagði það að þetta væri snautleg byrjun á þessu þingi eftir jólaleyfi. Hann gagnrýndi dagskrá þingsins þar sem að 4. mál á dagskrá frumvarp að heimila sölu á bjór og léttvíni í búðum. Þingflokksformaður Vinstri grænna, Ögmundur Jónasson, sagði ríkisstjórnin að vera umboðslausa og hún talaði ekki máli fólksins í landinu. Hann spurði hvenær efndirði til alþingiskosninga. Forsætisráðherra sagði ríkisstjórnina önnum kafna við að leysa á málum og væri þær í miðju kafi og hann sagði einnig að það hefði verið lagt fram vantrauststillaga á ríkisstjórnina fyrir nokkrum vikum. Hún hefði verið felld, ríkisstjórnin starfaði í umboði þingsins og hefði þar góðan meirihluta og hann sagði einnig að ríkisstjórnin yrði að hafa vinnufrið. Þá kom til harðra orðaskipta milli forsætisráðherra og Ögmundar Jónassonar sem sagði ríkisstjórnina verða að fara frá, hún væri með öllu vanhæf. Á meðan á öllum þessum umræðum stóð að þá héldu mótmælin áfram utan húsa og við getum aftur farið og skoðað myndir sem að voru teknar fyrir skömmu. Þetta eru ekki myndir sem eru beint, þetta eru frá upphafi mótmælana sem að þarna má sjá skilti landráðagáli sé landráð. Ábyrgð stendur á sumum skiltunum þarna og þarna má sjá að það er fjöldi manna sem að þarna er með potta og pönnur og öskutunnulok heyrðum við sagt frá líka væru þarna í notkun til þess að búa til hávaða. Einnig eru vörubílar að þeyta flautur sínar sem eru nú býsna háværar. Og eins og við sögðum áðan að þá kom einnig til átaka á milli mótmælenda og lögreglu. Að minnsta kosti 7, þá erum við komið mynd aftur og meðal fréttamanna okkar, það er rétt að minna á það að það er líka bein útsending á Rás 2 frá þessum atburðum og hefur verið og fjöldi fréttamanna okkar er þarna til þess að fylgjast með mótmælunum. Meðal þeirra er Aðalbjörn Sigurðsson sem er það bil að gera sig reiðubúinn til þess að koma inn í þessa beinu útsendingu. Ég sé hér á hliðarskjá að Aðalbjörn er að vera tilbúinn og ég vona hann heyri í mér. Eigum við að athuga hvort Aðalbjörn sé tilbúinn til þess að ræða við okkur. Aðalbjörn, heyrir í mér?
gríðarlegur hávaði hérna fyrir framan Alþingishúsið. Hér eru, hundruðir ef ekki þúsundir manna og virðist vera, mikið læti og mikið stemming. Ég kom hérna hingað í Alþingishúsið áðan. Mótmælin eru hérna hreinlega hringinn í húsið og fyrir aftan húsið í Alþingisgarðinu kom smá átök áðan. Lögreglan virðist hafa ákveðið að rýma Alþingisgarðinn. Þar var hópur fólk sem hafði sig mikið frammi og það endaði með því að sérsveitin kom á staðinn og beitti píparúða til þess að rýma svæðið. Nú eins og þið kannski sjáið og heyrið, þá ennþá gríðarleg læti hér í kringum mig og það engan veginn að vinna. Ég þarf að koma hérna aðeins þar sem eru minni læti svo ég hreinlega heyri sjálfan mig hugsa. Hér eru lögreglumenn sem standa fyrir framan Alþingishúsið og verja þar hreinlega. Áðan þá beittu þeir píparúða og nýttu og rýmdu Alþingisgarðinn og eins ég talaði við lögregluna þeir vissi ekki hvort það var búið að handtaka einhvern eða hvernig staðan væri. En ég held að myndirnar segir meira en nokkuð sem ég get sagt. Hér eru þúsund manna. Í rauninni fólk af öllum aldri og fólk af úr öllum þjóðfélagsstéttum sem hér saman komið til þess að mótmæla hér fyrir framan Alþingishúsið. Aðalbjörn, heyrir þú í mér? Heyrir í mér, Aðalbjörn? Ég heyri þér, já. Já, mér skildist að það hefði verið 7 eða 8 handteknir í bakgarðinum þar sem að þú ert fyrir framan húsið og lögreglan búin að beita píparúða. Sást þú það þegar að það gerðist? Nei, ég mætti hérna rétt eftir að þessi flugeldar eða þessi glys voru notuð í garðinum en ég hins vegar sá þegar lögreglan beitti píparúðanum. Það var þannig að það var fjöldi fólks, stór hluti grímuklæddur sem var inn í Alþingisgarðinum, barði rúður og hafði sig mjög mikið frammi. Það var til að byrja með eingöngu almenn lögregla sem stóð í garðinum og hélt mannskapnum frá en síðan virðist lögreglan hafa metið að þannig að þetta væri ekki bjóðandi lengur og sérsveitin mætti á staðinn og hreinlega ruddist fram, var með skildi fyrir framan sig og ruddi garðinn en komust ekki alla leið og beittu þá píparúða. Ég veit ekki hvað voru margir sem urðu fyrir honum en það var allavega til þess að lögreglan komst alla leið og kláraði þetta sem þau vantarlega talið verkefni sitt. Já, þakka þér fyrir það, Aðalbjörn. Við ætlum að heyra í Jóhönnu Vigdísi Hjaltadóttur sem inni í Alþingishúsinu og þar í síma. Jóhanna Vigdís, heyrðu í mér? Já, mjög vel, Bogi. Maður sá það þegar ég var að horfa á áðan útsendingu frá umræðum á Alþingi að þar mikill hiti meðal þingmann og ekki síst Vinstri grænna og það kom til harðra orðaskipta milli Ögmundar Jónassonar formanns þingflokks Vinstri grænna og forsætisráðherra. Hefur róast í þingsalnum? Það mönnum Bogi mjög heitt í hamsi og núna í þessum tölvuorðum þegar ég að tala við þig að þá ég að horfa hér út í Alþingisgarðinn og það ég sá greinilega þegar að þessum blesum hér var beitt, þetta var rautt bles sem barst og lyktin af þessu barst greinilega hingað inn í Alþingishúsið og það búið að hluta til gangveginn meðfram nýja skálanum út á Alþingishúsinu en það fjöldi að fólki ennþá í Alþingisgarðinum en það rétt af þér, mönnum var mjög heitt í hamsi inn í þingsalnum og Sturla Böðvarsson forseti Alþingis ákvað að hefja þingfund á tilsettum tíma en hávaði frá mótmælum hér allt í kringum Alþingishúsið berst auðvitað mjög greinilega inn í þingsalnum og setur svip sinn á þinghaldið þessum
Og nú sé ég að það eru aftur hafnar umræður fundarstjórn forseta. Það voru óundirbúnar fyrirspurnir þarna á milli. Þetta byrjaði á umræðum fundarstjórn. Við höldum áfram fundi í dag en til máls tekur vegna þess að stjórnarandstaðan auðvitað mótmælandi að hér sé þingfundi haldið áfram svo ekki hafi í skorið, það er öflug mótmæli fyrir utandyra. Krafa Vinstri grænna að fá kosningar hér og nú og ríkisstjórnin segja af sér. Það auðvitað mótmælir hún því kröftuglega að ekki gert. Þannig að mér sýnist nú eitthvað vera að fjölga hér í garðinum aftur fyrir aftan Alþingishúsið. Það er mótmælendur, þeir kasta líka snjóboltum hér í glugga þinghúsins sem lögreglan stendur hér vörð án þess að grípa neitt inn í mótmælin, sýnist mér, en það er að fjölga á ný hér. Það er að fjölga mótmælendum á ný við Alþingishúsið. Já, í garðinu fyrir aftan Alþingishúsið. Já, við höfðum heyrt tölu það væru hugsanlega kringum 2000 manns sem væru þarna í kringum Alþingishúsið. Hefur þú heyrt einhverjar áætlanir það hversu margir eru þarna? Nei, ég hef ekki tilfinningin svona þegar ég lít í kringum Alþingishúsið að það séu ekki svo margir, en ég ætla nú alls ekki að fara fullir eitt eða neitt það. En þetta eru mjög háværu mótmæli. Menn eru hér með potta og pönnur og makkindastóttir og guðmáðundar hvað. Og eðli móti samkvæmt þetta mikið inn í þingsalinn og hefur áhrif á þingfundin sem nú stendur yfir og byrjaði klukkan 12:30. Þetta er fyrsti þingfundur með jólaleikin. Já, þessi mótmæli, svo því sé haldið til haga að berja á potta og pönnur með sleifum og öðru og búa til slíkan hávaða. Þetta voru mótmæli sem einkenndu, þessi mótmæli aðferð einkenndi mjög mótmæli í Argentínu þegar að efnahagsástandið þar var ansi dökkt á sínum tíma. Þarna sjáum við myndir beint frá fyrir utan Alþingishúsið. Þarna virðist nú allt í fríð og spekt í augnablikinu á milli mótmælenda og lögreglumanna. Meðal þeirra sem að þarna það eru fjöldi fréttamanna þarna. Guðmundur Pálsson frá Rás 2 var þarna áðan. Ég veit ekki hvort að Guðmundur tilbúinn. Já, við erum aðeins að bíða eftir því að ná í Guðmund Pálsson, dagskrárgerðan og fréttamann. Já, Jóhanna Vigdís. Já, ég segi sömu sögu hér bak við Alþingishúsið. Þetta virðist vera þetta eru háværu mótmæli, þetta virðist fara friðsamlega fram og lögreglan stendur álengdar. Hún virðist lítið sem ekki þurfa að skerast í leikinn, en að hávaðinn magnast ef eitthvað er. Þannig að það er ekkert að segja, þetta er mjög kröftug mótmæli. Ég veit ekki hvað margir eru hér, en það eru náttúrulega mjög mörg hjálpartæki hér með á ferð. Já, og við vorum búin að heyra í aðalbyrni, Jóhannu Vigdísi, en Heiðar Örn Sigurfinnsson var þarna líka niðri á þingi og Guðmundur Pálsson, dagskrárgerðar og fréttamaður á Rás 2. Guðmundur, hvar ert þú? Ég er hér fyrir framan Alþingishúsið. Já. Og hér hefur verið mikill svona hópur af fólki frá því í hádeginu í dag. Þá fór fólk að streyma hingað. Það voru samtök að minnstakosti sem að svona hvöttu fólk til að koma hingað. Það er hans að raddir fólksins og svo samtök byltinga sinna stúdenta. Hér hefur verið, mér skilt að það hefur verið 2000 manns hér skömmu eftir hádegið. Milli 1:30 þá færðist svona aðeins meiri æsingur í fólkið og það færði sig hér á bak við húsið og þar urðu mikið læti sem að enduðu með því að lögreglan beitti piparúða og hann tók að mér skilt 7 manns. En þetta virðist af þeim myndum sem við erum að senda út beint núna þar sem að einn mótmælanda er að taka í hönd á einum lögregluþjóni, þá virðist þetta nú vera með frið og spekt núna og ekki engar handtökur í gangi, né táragas, né piparúðabeiting? Nei, það gerist bara hér á baku húsið í Alþingisgarðinum. Þar fór að hitna allverulega í kolunum og fólk fór svona að þrýsta svolítið á lögregluna og fólk barði rúður þingskálans að utan.
og það endaði með því að lögreglan réðst þarna gegn mótmælendunum. En hér fyrir framan húsið hefur þetta verið nokkuð svona með meiri, svona, já það verið meiri friður yfir þessu þó að séu talsveit mikið læti í fólki. Hér áðan þá var ekki svona mikið af lögregluþjónum hér fyrir framan húsið og þá varði fólk líka rúðurnar hér að framan. En fólk nokkuð svona, það er aðeins meiri friður yfir fólki heldur en hérna áðan þegar það er rétt. Hefur fækkað í hópi mótmælenda frá því þegar mest var eða drífur enn fólk að? Ég myndi telja að það hefur nú eitthvað fækkað. Það voru, þegar ég kom hér skömmu eftir hádegi upp úr hádeginu, þá voru hér allir fyrir framan húsið. Síðan hefur fólk dreifst hér hringinn í kringum húsið, þannig að það dreifist töluvert úr hópnum og það er svolítið erfitt að meta hvort það hafi fækkað, en mér finnst það nú líklegt já að það hafi eitthvað fækkað í hópnum. Og þarna erum við að sýna myndir af ungum manni sem er í blautum ból og til augnanna eins og hann hafi fengið piparúða og var leiddur þarna í gegnum hópinn. Helgi Seljan, kastlýsingur er þarna niður frá líka. Helgi, heyrðu í mér? Jú, ég heyri ekki þó mjög vel því að það er náttúrulega mikið læti hérna fyrir aftan þinghúsið. Þú ert fyrir aftan þinghúsið. Er allt með friði og spekt þar í augnablikinu? Já, ég getur svo sem ekki, ég veit ekki hvernig við skilgjum frið og spekt á þessu tímum að það er að mista hvort ekki verið að sprauta hér gasi og óeirðarlögreglan heldur gangveginum hér á milli gamla húsins og nýja skálans auðum eftir að hafa rutt mótmælendum hérna frá. Það voru, einhverjir voru handteknir og eftir því sem ég sýnist núna þá liggja nokkrir mótmælendur í einhvers konar handjárnum í gangveginum og það er þetta bara mikill mannfjöldi hérna sem er að gera hróp og köll og mér svona heyrist að mótmælendur hér séu, kannski eins og voru ósáttir við þessar handtökur, benda að það hafi ekki alveg, að menn hafi ekki verið aðvaraði nógu vel fyrir þessu gasi og svona eins og það nú yfirleitt, en annars er svo sem allt með friði og spekt með svona eðlilegum fyrirvara það. Já. Nú þarna má sjá Illuga Jökulsson við mótmæli og þarna erum við sem sagt að færa myndavélinu, við erum þarna fyrir framan Dómkirkjuna en við höfum ekki náð að sýna myndir frá bakgarði Alþingishússins ennþá og það er lamið þarna í Alþingishúsið og í rennurnar, já. Og við erum með myndir sem ekki eru beint en voru teknar frá bakgarði Alþingishússins og við skulum skoða þær núna. Já, eins og ég sagði, við erum að gera klárar myndir sem voru teknar aðeins fyrr frá bakgarði Alþingishússins og hérna má sjá þær þegar að fólk drífur að. Þetta er inngangurinn þar sem að fólk getur farið inn í Kringluna og upp á palla Alþingishússins. Og þarna mun hafa komið til átakana á milli mótmælenda og lögreglu og lögreglan handtók þar 7 eða 8 og beitti piparúða þar. Og þarna sáum við í endanum á þessu stutta myndskeiði að fólk var að fara inn í garð Alþingishússins þarna fyrir aftan Alþingishúsið og nú ætlum við að sýna ykkur innan tíðar, við erum að gera klárar myndir af því þegar að lögreglan beitti piparúða gegn mótmælendum og við skulum líta á þær núna. Þetta er sem sagt fyrir aftan Alþingishúsið og ekkert hljóð, jú, það kemur hljóð með þessu. Og þarna er sami hávaðinn og hefur einkennt þessi mótmæli. Og þarna er lögreglan að ýta fólkinu á brott með skildi á undan sér og þarna má sjá að það er sprautað piparúða. Lögreglan var búin að vara við, samkvæmt okkar heimildum var lögreglan búin að vara við að hún ætlaði að nota piparúða með þessum fleygu orðum sem að urðu í átökum í fyrra þegar að vörubílstjórar voru að mótmæla. Þegar þeir kölluðu gas, 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 þeir munu hafa notað það sama núna til þess að vara mótmælendur við.
Samtökin Raddir fólksins hvöttu fólk til að hafa með sér söngbækur, sleifa, hrossabresti og allt annað sem að mætti nota til þess að framleiða hávaða. Hörður Torfason sagði í viðtal, þarna má sjá að einhverjir mótmælanda liggja og hafa verið handteknir og hafa verið færðir í bönd. Þarna má sjá lögregluþjón með piparúða. Og þarna lögreglan greinilega komið veg fyrir það að mótmælendur geti komið að glerrúðunum sem eru á viðbyggingu Alþingis en þangað hafi fólk farið og lamið þar að utan. Og það fer ekki að milli mála hverjar skoðanir sumra mótmælenda eru á lögreglunni þarna. Og einhverja kastað í lögregluna. Og þeir eru nú vel varðir og alla í mikilli hættu og meðan að það eru bara egg eins og mér sýndist þarna eða ávextir eða eitthvað annað slíkt. En ekki grjót eins og var á Gamlársdag við Hótel Borg. Já, ég var að segja það og þarna gert að einhverjum manni sem væntanlega hefur fengið piparúða í augun. En eins og ég var að vitna í að Hörður Torfason var í viðtali á Rás 2 áðan og sagði þá að hann hefði hvatt fólk til þess að koma með söngbækur til þess að syngja en af öðrum hávaðaframleiðslutækjum hefði verið slíkur að það hefði nú ekki verið hefði ekki haft mikið í för með sig að fara að syngja líka. Hörður sagði líka að það sagði í tilkynningum frá Röddum fólksins að markmiðið væri að vekja þingheima þyrnirósa svefni. Og það voru fleiri samtök. Nú, þarna var einn sem var greinilega afskaplega óánægður með þá meðhöndlun sem að hann hefði fengið hjá lögreglunni. Það voru fleiri samtök sem boðuðu aðgerðir í Alþingi í dag og eins og fram kom fyrr hjá einum af fréttamönnum okkar að þá voru róttækir stúdentar sem að þarna voru félag byltingarsinnaðra stúdenta og það var farin mótmælaganga frá Háskóla Íslands niður á Austurvöllum hádegisbilið. Sturla Böðvarsson, forseti Alþingis, hann tilkynnti það að það yrði engum hleypt inn á áheyrendapalla Alþingis í dag og hafa engir komið þangað. Aðrir og engir fengið að fara inn í húsið aðrir en þeir sem að eru starfsmenn þingsins eða þingmenn og fréttamenn að sjálfsögðu. Og þarna sjáum við myndir frá bakgarði Alþingis og það greinilega verið að kasta einhverju í glerrúðurnar á viðbyggingunni og við sjáum það líka í litla glugganum að þingfundur heldur áfram og Björn Ingi Sigurðsson, viðskiptaráðherra, er í pontu. Aðalbjörn, nú ert þú komin þarna á bakvið og svona aðeins að þurrka af linsunni til þess að glitti í Aðalbjörn. Aðalbjörn, orðið er þitt. Já, við erum hérna bakvið Alþingishúsið. Hérna rétt áðan voru nokkrir lögreglumenn gráir fyrir játnum hreinlega að koma sér inn í garðinn. Ef við beinum myndavélina átt að það er mikið læti hérna fyrir framann. Ég sé ekki nákvæmlega hvað það er að gerast en eins og að sjáu þá hafa mótmælendur, þeir reisa upp hendur, setja upp hendur og veifa. Ég var sagt áðan að það hefðu nokkrir verið handteknir hérna. Þeir höfðu kastað heimagerðum einhvers konar sprengjum eða flugeldum með einhverju glísum eða einhverju slíku inn í garðinn og þeir voru handteknir. Og það virðist vera að mótmælendur hafi búið sig undir nánast hvað sem er. Ég er búinn að sjá nokkra hérna með hreinlega gasgrímur. Ég er búinn að sjá marga með
sundgleraugu til þess vantanlega að varna því að piparúði hafi einhver áhrif á þá. Og nú streyma mótmælendur hérna frá Alþingisgarðinum og í átt að mér og honum Frey sem að þessar myndir sjáum við vantanlega núna. Og þarna lögreglan enn á ný að beita piparúða. Lögreglan greinilega að reka fólk út. Já, lögreglan var að beita piparúða og fólkið streymir hérna í burtu. Ég sé hérna fyrir fram mig mann sem greinilega frekar kvalinn. Hafði fengið piparúða í augun. Við hliðina á honum maður með gasgrímur að aðstofa hann og þar við hliðina annar sem með skíðagleraugu sem hefur greinilega ekki orðið fyrir þessu. Og við sáum þarna á myndunum ljósmyndara sem var með hjálm og gasgrímu og í óðaðuna mynda. Við sjáum það og fólk að reyna að koma sér í burtu. Það hópur af lögreglumönnum með hjálma og gler fyrir þeim sem að reka fólk hérna úr garðinum. En það var mjög frammi, það mikið læti hérna eins og heyrist örugglega. Það eru nokkrir mótmælendur sem eru ennþá, aðeins að ögra lögreglumönnum, standa þétt upp við þá og berja potta á pönnur og eru með hystur og annað. Og lögreglan stendur eins og bara í rólegheitum hérna og reyndar núna að slást við einn mótmælandi hérna fyrir fram á mig. Það var eitthvað að stjaka við honum. Hérna fyrir aftan, það sem þið sjáum vantanlega ekki, núna í myndinni hópur af fólki sem að bíður bara þess að verða vill. Ég í miðjum þeim hópi. Það eins og að hér mjög mikið af fólki sem með klúta fyrir andlitinu og greinilega til hann. Hér einn mótmælandi sem greinilega sá eitthvað, segir að menn hafi gasast upp. Hvað sást þú? Hvað segirðu? Við erum hérna í beinni útsendingu á Ríkisútvarpinu. Hvað heitir þú? Sölvi Borgar Sighvatsson heiti ég. Ég kom bara við stóðum inn í horninu inn í Hallagarðinum sko. Þeir voru að byrja að ýta okkur í burtu og við vorum að byrja að bakka. Það byrjaði að rigna yfir okkur bara gasinu sko. Þeir eru búin að vera með brúsana á lofti bara stöðugt sko. En hvað með mótmælendur? Hvernig höguðu þeir sér? Voru þeir ábyrgir góðrandi? Það var komin lína. Þeir var greinilega ákveðið að hreinsa Hallagarðinn. Ég veit ekki alveg okkar því það var enginn að ýta á löggunni. Það var alveg metra á milli okkar og lögguna sko. Síðan byrjaði að ýta, voru búin að standa okkur í hálftíma eitthvað svoleiðis. Og þeir byrjaði strax að gasa. Það leið ekki hálfa mínúta sko, þá voru þeir byrjaðir að gasa. Og það á að vera lágmarksvaldbeiting á löggunni. Mér finnst þetta fáránlegt sko. Þeir geta ýtt okkur bara burt sko. En nú greinilega, menn eru ógnandi og svona í fasi og framkomu. Hvað finnst þér að lögreglan að gera? Hafðu hann að möguleika bara að standa og bíða? Þeir gátu stað og beðið. Það var engin æsingur sko. Við stóðum og vorum að syngja sko. Þeir geta bara beðið. Þeir þurfa ekki að vera að ýta við fólkinu. Þeir eiga ekki að þurfa þess. Það var engin æsingur annað, það var ekkert stórmáli gangi annað. En var ekki verið að berja gluggana að utan? Afsakið, var einhver að berja gluggann að utan? Var einhver að berja gluggann að utan? Ekki inn í horninu, nei. Löggan stóð alveg upp við vegginn sko. Og það var alveg metra á milli okkar og þeirra. En þessi heimatilbúnu blys eða sprengjur, sástu það? Já, þú verður að spyrja þannig mig. Ég var ekki inn í horninu, það hefur verið einhver annar stað sko. Það voru engar sprengjur inn í horni, það voru snjóboltar í mesta lagi. Og við sjáum það einmitt að fólk kastar hérna snjóboltum í gríð og erg í átt að lögreglu. Það virðist vera svona helsta vopn mótmælenda akkurat í augnablikinu. En það virðist vera komin á svona biðstaða. En það fjölgar hérna inn í garðinum statt og stöðugt. Og nú misti ég samband, ég veit ekki hvort ég ennþá inni eða ekki. Jú, þú ert ennþá inni. Heyrist ennþá í mér? Það heyrist ennþá í þér, Aðalbjörn. Afsakið þetta, en eins og það er komið ákveðin biðstaða virðist vera. Það stendur hérna hópur af lögreglumönnum og bíða þessi verfill. En ég ætla að gefa samband aftur bara og boltan aftur upp í efsta leiti. Takk fyrir þetta, Aðalbjörn. Helgi Seljan þarna niður frá líka. Nú, við erum að hringja í hann en það er kannski rétt að við förum þá aðeins yfir það sem gerist innan þings því að
þingfundur hófst upp úr 1:30 þrátt fyrir hávær mótmæli utandyra sem heyrðust mjög greinilega inn í þingsalinn. Sturla Böðvarsson, forseti Alþingis, ákvað að láta þingfund hefjast samkvæmt áætlun, en þingmenn Vinstri grænna mótmæltu því og nú erum við með myndir beint þarna frá. Formaður Vinstri grænna sagði í byrjun þingsins vera snöggli og gagnrýndi dagskrá þingsins í dag þar sem fjórða mál á dagskrá er frumvarp um að heimila sölu á bjór og léttvín í búðum. Þingflokksformaður Vinstri grænna sagði ríkisstjórnin umboðslausa og talaði ekki í máli landsfólksins í landinu. Hann spurði hvenær yrði efnt til þingkosninga. Forsætisráðherra sagði ríkisstjórnin önnum kafna við að leysa úr málum og væri þar í miðju kafi og hann sagði að ríkisstjórnin yrði að fá vinnuumfrið. Það kom til harðra orðaskipta milli Ögmundar Jónassonar sem sagði ríkisstjórnina og forsætisráðherra verða að fara frá því að hún væri með öllu vanhæf. Og þarna sjáum við, þarna skulum við aftur líta, eitthvað hefur dregið til tíðindag og lögreglan virðist ætla að ýta mótmælendum frá og þarna hefur myndatökumaður okkar greinilega orðið fyrir einhverju hnjaski og kannski meiri hnjaski. Ég vil vona að ekki hafi gerst neitt alvarlegt þarna en þarna mistum við myndina frá myndatökumanni okkar. Ég var að segja ykkur frá því að það hefði verið hörð orðaskipti inn í Alþingissalnum, sérstaklega milli Ögmundar Jónassonar, formanns þingflokks Vinstri grænna og forsætisráðherra og það var talsvert og Álfheiður Ingadóttir, þingmaður Vinstri grænna, beitti sér einnig þarna í umræðum sem hófust á fyrirspurnum umræðum fundarstjórn forseta og þarna nú komið aftur með beina mynd frá Alþingishúsinu. Þetta er enn á ný bakgarður Alþingishússins. Sturla Böðvarsson ávítaði Ögmund Jónasson fyrir að fara ekki að þingsköpum. Það var kallað talsvert fram í þegar forsætisráðherra var að svara og það var greinilegt eins og Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir, þingfréttamaður okkar, sagði hér áðan að fólki á Alþingi var heitt í hamsi innandyra sem utandyra. Og Takið myndir af þessu. Takið myndir. Á ekki lögreglan að fylgja með honum. Af hverju eigum að fara Lögreglan er að reyna að tæma garðinn hérna núna. Eins og þið heyrið þá er þeir að gefa skilaboð að tæma garðinn. Hérna í horninu fyrir innan liggja nokkrir mótmælendur sem hafa verið handteknir. Og eins og þið heyrið þá liggur lögreglu mikið á að tæma garðinn. Og þeir eru að ýta þér í burtu líka, sýnist mér, Helgi. Komdu. Nú, Helgi er komin út mynd þarna og já. Og við heyrim ekki lengur í honum. En eins og hann sagði og við sýndum ykkur myndir af áðan og þá voru nokkrir mótmælendur 7 eða 8 talan sem við höfum heyrt handteknir og færðir í bönd og eru þarna ennþá inn í hótelinu samkvæmt því sem Helgi var að segja og lögreglan er að koma fólki út úr garði Alþingishússins. Þessi mótmæli eins og við höfum líka sagt ykkur þau hafa heyrst mjög greinilega inn í Alþingishúsið og nú heyrum við það að einhverjir mótmælendur sé að setjast, taka upp sitjandi mótmæli. Myndatökumaður okkar er þarna að fara á bakvið hóp mótmælanda inn í fyrir aftan Alþingishúsið. Eins og við sjáum þá er ennþá talsverður mannfjöldi hérna í bakgarðinu þrátt fyrir tilraunir lögreglu til þess að koma fólki út úr garðinu. Fólk er sest niður hérna núna. Og þetta getur nú varla endanum á einn veg. Hei, við komumst ekkert lengur. Svo sjáum þá fólk hérna
tekið höndum saman og ætlar greinilega ekki út úr garðinum þrátt fyrir tilmæli lögreglu þar Vanhæf ríkisstjórn hrópa mótmælendur þarna og þau hróp heyrðust líka inni í þingsalnum þar sem að þingflokksformaður Vinstri-grænna sagði ríkisstjórnina umboðslausa og það eins og við sögðum áðan þá kom til harðra orðaskipta með Ögmundi Jónassyni og Geir Haarde forsætisráðherra sem að sagði ríkisstjórnina verða að fá vinnufrið. Ögmundur Jónasson sagði að ríkisstjórnin yrði að fara frá vegna þess að hún væri eins og mótmælendur fyrir utan voru að segja gjörsamlega vanhæf. Það yrði að gerast til þess að tryggja að ekki þurfa að nota öll þau lán sem hafi verið samin við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og vinnuveitaþjóðir. Geir sagði hafna því að ríkisstjórnin væri í leynimakki varðandi samninga við erlend lönd vegna Icesave-reikningana eins og Ögmundur Jónasson sakaði hann vegna þess að hún hefði á bakvið sig ályktun Alþingis í því efni. Það var mikil hiti í salnum og Ögmundur kallaði ítrekað fram í fyrir Geir og Geir var greinilega líka hitt í hamsi. Alþingismönnum hefur verið ráðlagt að halda sig frá gluggum vegna þess að þeir gætu æst mótmælendur upp ef að það sést til þeirra í gluggunum. En eins og þarna sést að þá svona eins konar pattstaða á milli lögreglu og mótmælenda. Þarna á bakvið lögreglan búin að ýta mótmælendum frá húsinu og ætlaði samkvæmt því sem okkar fólk þarna niður frá sagði að koma fólki út úr garðinum en það hefur ekki tekist og þarna stendur lögreglan í vegg og mótmælendur á móti og stöku egg virðist fara þarna í áttina að þinghúsinu og lögregluþjónunum. Þessi mótmæli fyrir þá sem að koma að sjónvarpinu núna. Það rétt að segja það að þessi mótmæli hófust þegar að Alþingi ætlaði að koma saman að nýju eftir jólahlé í dag. Og það talað 2000 manns, eða tala sem við höfum heyrt hafi verið þarna niður frá. Byltingarsinnaðir stúdentar boðuðu til mótmæla, fóru í mótmælagöngu frá háskólanum og raddir fólksins sem hafa staðið fyrir mótmælafundum og laugardögum undanfarið hvöttu einnig til þess að fólk kæmi með tæki og tól til þess að framleiða hávaða því að það eins og segir í tilkynningu samtakana átti að vekja Alþingi af þyrnirósa svefni. Mannfjöldinn umkringdi húsið á tímabili og lögreglan hafði strengt gulan borða umhverfis Alþingi til merkis um það hversu langt mótmælendur mættu fara en hann var rifinn niður og fólk gekk að húsinu, lamdi rúður þar og rennur og skapaði mikinn hávaða með því að slá pottum og pönnum í glerveggi á viðbyggingunni. Þarna voru trommur og flautur. Þetta eru mótmæli sem að svona hávaða mótmæli einkenndu mikla mótmælaöldu sem að var í Argentínu þegar að þeir áttu fyrir áratug í gríðarlegum efnahagsörðuleikum. Hávaðinn heyrðist mjög greinilega inn í sal Alþingishússins en lögreglan stóð skjaldborg húsið og lögregla í óeirðabúningi, hugsanlega úr sérsveitum lögreglunar, tók sér stöðu við Alþingishúsið og ýtti fólki frá og notaði piparúða til þess að koma fólkinu frá eftir að hafa kallað hinn fleygu orð sem að fyrst heyrðist í mótmælunum þegar að vörubílstjóra mótmælti á síðasta ári gas, gas, gas og eins og einn mótmælandi sagði við Helga Seljan þarna áðan og við heyrðum í, við Aðalbjörn Sigurðsson og við heyrðum í að þá hefði lögreglan á engan hátt varað nægilega við og þeir hefðu gripið til þess að nota piparúðan án viðvörunar samkvæmt því sem þessi mótmælandi sagði. En aðrar heimildir okkar herma að lögreglan hafi varað fólk við, þannig stendur fullyrðing gegn fullyrðingur hugsanlega hafa mótmælendur ekki einfaldlega heyrt þegar lögreglan
var að vara við því að hún ætlaði að grípa til piparúða vegna þessa gríðarlega hávaða sem þarna var. Hörður Þorvarsson hafði hvatt fólk til þess að koma með söngbækur með sér því að það ætti að syngja fyrir alþingismenn en svo virðist það hafa orðið tilgangslítið vegna þess að hávaðinn var svo mikill en það hefði ekki heyrt mannsins mál. Okkar fólk nú að reyna að ná í Hörð Þorvarsson í viðtal. Mótmælendur þarna fyrir utan þeir hafa krafist þess að það verði boðað til þingkosninga nú þegar og að ríkisstjórnin og ráðherrar segja af sér. Inn á Alþingi töluðu ráðamenn og sögðu það að fólk yrði að hafa þolinmæði og Alþingisfundurinn stendur ennþá og við getum séð það að í glugganum hérna sem komin í útsendinguna hjá okkur núna þar nú verið að halda þingstörf áfram, segir nú kannski ekki eins og ekkert hafi í skorist en þau halda áfram og manni var mjög heitt í hamsi þarna inn í þingsalnum. Á tímabili var og enn umtalsverður fjöldi fólks sem í garðinum við Alþingishúsi og það verulegur fjöldi lögreglumanna þarna, við vitum ekki nákvæmlega en við höfum fréttir af því að 40 þeirra séu með hjálma, skildi og kylfur og auk þess eru nokkrum tugir annarra lögregluþjóna á svæðinu. Mótmælendur sprengdu 2 rauðar sprengjur í Alþingisgarðinum og hér eru eftir á dagskránni þar á meðal þarna Steingrímur J. Sigfússon kominn í pontu og hann greinilega að ræða fundarstjórn forseta sem alþingismenn nota æði oft þegar að þeir vilja víkja frá þeirri dagskrá sem annars hafði verið ákveðin fyrir þingið. Þegar til átaka kom þarna þá myndu við lögreglumenn röð með skjöldum sínum og ætluðu að ýta fólki inn í burtu, fólki læðist á skildinu og þá beittu lögreglumennirnir og piparúðanum. Samkvæmt okkar heimildum hafa 7 eða 8 verið handteknir og færðir í bönd og eru síðast hjá yfirsýn þarna ennþá upp við Alþingishúsið. Forseti mun verða við þessari óskapligt þingmanns og tekur 7. Við heyrum óljóst í Ástu Ragnheiði Jóhannesdóttur sem nú í forsetastóli á Alþingi, sem hún var að verða við einhverjum óskum þingmanns sem ég ekki veit hverjar voru því að ég heyrði þær ekki. Nú, þarna erum við skyndilega konir með allt annað inn í, já, þarna erum við ennþá fyrir utan þar sem hrossabrestir, mótmælendur snúa hrossabrestum og ennþá að framleiða hávaða þó það hafi dregið greinilega mjög úr krafti mótmælana frá því sem að þau voru þegar mest var. Og spurning hversu lengi við höldum áfram þessari útsendingu nema ekki komi til frekari mótmæla og nú berst mér í eyra að Ragnheiður Ásta sem var forseti þingsins þarna satt í forsetastóli hafi ákveðið að slíta þingfundi og það eins og sjáum á útsendingu frá sjónvarpi Alþingis að það fundarhlé og fundur hefst á ný klukkan 15:13 sem 20 mínútna hlé svo ég veit ekki alveg nákvæmlega af hverju það sé 20 mínútna hlé en sem sagt það alveg klárt því að klukkan núna 14:53 orðin 54 núna og 20 Nei. No. Já, þeir höfum nú verið varaðir við því að fara út í glugga vegna þess að þeir gætu, þarna sjáum við nú að það farið að kveikja á fleiri blísum og Aðalbjörn. Já, ég kom hérna með einn mótmælanda, við byrjum að þú heitir. Þórarinn heiti ég. Hvenær komstu hérna í dag? Ég mætti hérna reyndar 12 til að skoða aðstæður og svo kom ég aftur 12:30. Það var hvatt til friðsælla mótmæla, þetta ekki, já, fyrst friðsæll. Mér finnst þetta mjög friðsælu mótmæli, miðað við aðstæður, miðað við fjölda, miðað við hversu miklu glæpamenn sitja hérna inni
ótrúlega kyrrð og tillitssemi á mótmælenda hálfu, en mikið ofbeldi frá lögreglunni, hún afgangshörð og fjölmenn. Mótmælendur eru líka fjölmennir, áttu vona á svona fjölda hérna? Já, jafnvel. En ég reyndar sá hann aldrei. Ég sá ekkert alveg fjöldan hvað hann var stór. Það var bara mikill þéttur fjöldi allt í kringum þinghúsið. Lögreglan beitti hérna piparúða áðan. Varstu vitni að því? Já, ég sá það. Hvað gerðist? Já, ég reyndar bara var að koma að þegar lögreglan var að ýta fólk í burtu og sprautaði piparúða. Sennilega vandalega óþörfu. En mótmælendur voru búin að vera mjög aðgangsharðir þegar lögreglan fór af stað. Sko, það sem við gerðum, við fórum bara hérna upp að húsinu og við erum bara að berja á glugga. Það var ekki verið að skemma neitt. Það var kannski hent bönunum og það var barið á glugga, en það var engin ógn á öðru leyti og þetta var algjörlega óþarft ofbeldi frá lögreglunni. En þetta er búið að standa núna frá því klukkan 1. Það virðist ekki vera neitt farið að minnka. Lætin eru jafn mikil, fólksfjöldinn er nánast sá sami. Hvað ætlaði að vera lengi? Já, ég get nú ekki svarað fyrir alla. Ég ætla bara að vera fylgja stemningunni aðeins lengur. Og það er mikið af fólki, það er góð stemning í fólki og það er að gera að það heyrist meira í fólki og lengur og að þessir gaurar hérna inni finna aðeins fyrir reiðinni. Takk fyrir þetta og eins og þið sjáum þá er ennþá í rauninni jafn mikið af fólki hérna. Ég hef talað nokkur 100 mótmælendur áður þegar ég kom hérna inn. Það eru nokkur 100 mótmælendur örugglega hér inn í garðinum, en það eru örugglega fleiri 1000 manns hérna í hringinn í kringum húsið og mér finnst eins og að sé lítið að róast hérna. Það eru sami hávaðinn, sömu lætin og það er ekki farið að fækka neitt fólki. Ég sá hérna rétt áðan að það var kveikt á blísi hérna rétt við hliðina á mér. Það var nú bara ung kona sem gerði það og ég held að það hefði ekki verið neinn hætta af því. Hún bara einfaldlega hélt upp í loftið. En mótmælendur virðast svona helst beita, hávaða og snjóboltum vegna þess að þeim rignir stanslaust hérna yfir lögregluna eins og þið kannski sjáið núna. Og lögreglan einfaldlega stendur hérna í óeirðagalla og bíður. Rétt áðan þá sátu allir mótmælendur eða hópur mótmælenda rétt fyrir framan lögregluna. Mér sýnst nú flestir vera staðnir upp aftur og menn bara einfaldlega bíða og sjá hvað verða við. En það er ekki, það hefur ekkert mikið gert kannski þannig séð síðustu mínútur. Menn eru einfaldlega að bíða. Nú hérna inn í horni Alþingisgarðsins, þar sem þessi átökin byrjuðu áðan, þar sem lögreglan byrjaði á að rýma. Þar liggja víst nokkrir sem lögreglan hefur handtekið. Ég heyrði það áðan og tel mig hefða staðfest að einn af þeim sé 15 ára unglingur. Helgi Seljan, fréttamaður í Kastljósi, var að tala við móður þessa drengs áðan og ég gerir ráð fyrir að við sjáum það viðtal seinna í dag í Kastljósinu. Lætin eru ekkert að minnka. Fólk streymir hérna inn, stendur hérna upp á veggnum sem umkringur Alþingisgarðinn. Hér fyrir aftan mig er ungur maður með einhvers konar, ég veit ekki hvað íla eða einhvers konar hátalari sem lætur íla í og gríðarleg læti. Menn eru með alls konar tæki og tól til þess að búa til hávaða. Ég sá hérna áðan hreinlega mann sem hafði mætt með heilt trommusett, stillti því upp hérna í garðinum og spilaði það oft og títt. Það er mikið af, mér sýnist að allir sem ekki gátu valdið komu með trommurnar sínar með sér, aðrir komu með potta, könnur og einhver prik eða einhver til þess að berja á þetta og búa til hávaða. Nú, já,
Þakka þér fyrir Aðalbjörn, við sjáum það líka að þarna hefur fólk kastað eggjum í Alþingishús og eitthvað af þessu egg og annað snjóbolta sem að kasta að lögreglunni. Glöggir áhorfendur hafa yfirlítið tekið eftir því áðan að þá vorum við með litla mynd í horninu á beinni útsendingu og þarna lögreglan greinilega að fara með einhvern í burtu, mótmælandi sem heldur á myndavél í hendinni og með hendur á lofti. Við vorum með litla mynd í horninu á myndinni hérna þar sem að við sýndum beint frá Washington þegar að Barack Obama kom í Hvíta húsið ásamt Michelle konu sinni og George Bush og Laura Bush fráfarandi forsetahjón tóku á móti þeim og þeir gengu inn og rétt að minna á það að eftir klukkutíma þá hefst bein útsending okkar frá embættistöku Baracks Obama í Washington og þarna á einum hjálmi eins lögregluþjónsins má sjá að það hefur egg að öllum líkindum sýnist mér þetta verið egg sem hefur hitt hann þarna beint á lögreglumerkið. Þennan hjálm þarf greinilega þvo. Nú, eins og Aðalbjörn sagði, þarna eins konar pattstaða á milli mótmælanda og lögreglunar í bakgarði Alþingishússins. Lögreglan hefur stillt sér upp og hleypir mótmælendum ekki að en hún greinilega að hætt við það að ýta þeim út úr Alþingishúsgarðinum. Við ætlum að athuga hvort að við gætum náð tali af einhverjum lögregluþjónunum og þarna fara lögregluþjónar með mótmælanda sem nú í yngri kantinum og verður ekki sagt annað en með hjálm á höfði og lögreglan að fylgja honum þarna í burtu. Við erum vonað því að eftir nokkrar mínútur byrtu svo þeir félagar George Bush og Barack Obama á tröppunum í Hvíta húsið sem Obama koma þarna í Hvíta húsið fyrir nokkrum augnablikum. Þeir eiga þarna fund sem markar eiginlega upphaf síðustu embættisverka Bush, Bandaríkjaforseta. Hann lætur af embættinu Barack Obama klukkan 5 á íslenskum tíma. Og það er auðvitað útbreytt og þá. Já. Jú. Við varum að tala aðeins stemminguna fyrir framan hús en okkur skilst að það sé nú heldur rólegra heldur en þarna í bakgarðinum og hafi eitthvað fækkað í hópnum líka. Já, og þó að Aðalbjörn talaði það að það væri jafn mikil hávaði á hana þá merki ég hér að það greinilega, þetta ekki eins mikið læti og það virðist hafa dregið úr mannfjöldanum en Aðalbjörn, það var þarna maður sem var að tala við Aðalbjörn sem mótmælandi sem sagði það hann ætlaði að vera þarna svo lengi sem að stemmingin væri fyrir því og hafa hátt og láta þá sem væri innandyra vita af óánægju þeirra sem eru utandyra svo að ekki færi fram hjá neinum. Nú, eins og við sögðum heitustu pólitísku atburðir dagsins á Íslandi, mótmælin við Alþingishúsið og svo embættistaka Barack Obama í Washington í beinni útsendingu hérna hjá okkur. Já, við ætlum að reyna að ná í talsmann lögreglunar til þess að heyra hvernig frá þeirra sjónarhóli, hvernig það hefði gengið en það hefur ekki tekist ennþá. Og meðan við bíðum eftir þá getum við líka sagt frá því að þingfundi var frestað áðan og hefur verið frestað núna til 15:30, það er að segja hálftíma viðbót. Já. Og það hefur verið heit orðaskipti milli stjórnar og stjórnarandstöðu en formenn þingflokkanna ráða víst ráðum sínum. Ég er hérna með einn mótmælanda við hliðina á mér ef við byrjum á hvað heitir þú fyrir ekki? Hvað heitir þú? Ég heiti Sólveig Hauksdóttir. Það er svolítið hátt, það er læti hérna. Hvenær komst þú hingað? Ég kom hingað svona milli 1 og hálf 2 eitthvað svoleiðis, já. Og af hverju? Af hverju? Til þess að mótmæla aðgerðum ríkisstjórnarinnar og raunar að krefjast afsagnarinnar. Að hún er fullkomlega vanhæf.
En já, þessi mótmæli eins og þau líta út núna, þetta mikið læti, mikið hávaði, ertu fylgst þessu, finnst þetta friðsam mótmæli eins og það talað að þetta ætti að vera? Já, mér finnst þetta friðsam mótmæli, það eina sem að fólk, það hávaði, en ekki hávaði friðsamur. En já, hvað ætlar þú að vera hérna lengi? Hvað ætlar að dvelja hérna lengi? Ég stend hérna þá meðan þarf að standa. Já. Og halda fram á mótmæla, en lögreglan hérna grá fyrir járnum. Já, þeir hafa notað piparúða og annað. Hvað finnst þér framgöngu lögreglunar? Mér finnst það forkastanlegt að sprauta piparúða á fólk og ég veit að það eru 15 ára unglingar sem hafa lent í þessu og liggja hérna handjárnaðir inn á ganginum hérna fyrir innan í þessari viðbyggingu. Já. Takk fyrir það. Og hérna rétt áðan sá ég lögregluna leiða frekar unga krakka hérna meðfram Alþingishúsinu, hvort að það voru þessi mótmælendur sem við höfum verið að tala ég talaði áðan, ég hreinlega bara veit það ekki. Nei, við sáum þær myndir og við sendum þær beint út líka. Hvað segirðu, Bogi? Við sáum þær myndir, við vorum með myndir af því þegar að lögreglan var að leiða þennan unga mótmælanda meðfram Alþingishúsinu og þar með höfum mist samband við þinghúsið og okkar fólk þar í bili. Það kemst vonandi aftur á. Við höfum allavega ekki fengið neinar upplýsingar það ennþá.